Halló, velkomin í að vestan. Í kvöld ætlum við að smakka gráðuost og heyra af starfsemi MS í Búðardal. Við heimsækjum Inga Hans og heyrum aðeins söguna. Jóhanna í Hlési tók vel á mót okkur og kynnti okkur aðeins fyrir goðafræði og fleiru. Og svo kynntum við okkur menningar- og mannlífshátíð Akurnesinga. Gjöru svo vel og góða skemmtun. Menningar- og mannlífshátíð Akurnesinga er á næsta leiti. Þar má finna viðburði tengda geggjuðum peysum, selfie, djassi, brennivín á bannaranum, listaverk úr fiskbeini og svo margt fleira. Ella fór betur yfir þetta með okkur. Og fyrir hvað standa vökudagar? Hvað erum að vera? Það er nú bara alveg ótrúlega margt. Vökudagarnir eru frá 27. október núna til 7. nóvember og á þessum dögum er fjöldi af ljósmyndasýningum, málverkasýningum, tónleikum og bara allskyns menningarlegum viðburðum. Já, og sem hverjir standa bak við? Það er bara svo gaman að segja frá því að Skagamenn eru svolítið frjóir í hugsun og hver sem getur raunni staðið fyrir viðburði sem hún langar til. Þannig að bæði stofnanir bæjarins og einstaklingar og félagasamtök, bara alls konar. Er þetta svolítið svona sjálfsprottin hátíð, eða? Já, hún hefur orðið það. Já, og hvað ber svona hæst? Það er nú voða erfitt að gera upp á milli barna. Já, ég myndi nú að segja það, en það eru ákveðnir viðburðir sem eru árlegir eins og til dæmis rithöfundakvöld á bókasafni. Það hefur þótt mjög vel lukkað og vel sótt. Síðan eru til dæmis núna nýjung, það verður haldnir tónleikar í Bjarnalaug og meðan tónleikarnir fara fram verður fólki boðið upp á að færa samflot. Og þá ertu með tónleika á bakkanum og fólk flýtur á meðan? Já, þeir sem kjósa. Svo er náttúrulega hægt að fá sér bara sæti á þurru líka. Það þurfa ekkert allir að vippa sér út í. Já, þetta er sérstakt. Já, það verður mjög gaman að sjá hvernig þetta gengur. Hvað var aftur með unga gamla? Já, það hefur líka verið á hverju ári mjög erfitt að komast að á þá tónleika. Það er grunnskólarnir í bænum tefla saman sínum nemendum og kennurum og svo hafa þau fengið landsþekkta og söngvara oftast held ég til að taka þátt og þau vinna saman á tónleikum og koma fram tvisvar. Þetta eru svona fastiliðir sem eru á hverju ári? Já. Svo bætist eitthvað við? Já, við erum til dæmis með upp á Byggðasafni í Stúkuhúsinu sem var nú þekkt fyrir að vera áfengislaust hús. Þar verður sýningin Bæjarbytturnar, brennivínið og bannárin. Já. Og þar ætlum við að segja frá svona góðkunningjum Skagamanna eða maður kannski ekki kalla góðkunningja, þeir voru svolítið fyrir brennivínið, nokkrir og segjum frá svolítið sögunni af hverju vínbannið var sett á og svona aðeins frá stúkunni og templurum og svona. Og hann Stefán Pálsson, sagnfræðingur, ætlar að koma til okkar fimmtudaginn minnir þessi 3. nóvember og vera með fyrirlestur og þá líka ætlum við að fá einn skemmtilegan strákinn á bænum til að syngja drykkjuvísur og svona, það var þetta skemmtilegt. Börn, eru þið með eitthvað sérstakt fyrir þau? Já, það er bæði í framkomu, leikskólarnir í bænum eru allir með sýningar, ljósmyndasýningar og myndlistarsýningar og tónleika. Síðan er Hrekkjavöku eitthvað prógram í kjallaranum í Yrtós í Vesturgötu. Eldri skólakórinn í Grundaskóla ætlar að segja draugasögur og syngja draugalög og viðkvæmum er víst bent á að koma ekki, þannig að þetta verður eitthvað. Svo er náttúrulega bara samstarfsverkefni líka nemendakennara í Grundaskóla með listgreinar. Þá er líka gaman fyrir börn að koma og skoða, auk þess sem þeir eru náttúrulega þátttakendur í því. Og svo veit ég að Fjölbrautaskólinn er líka með margt í gangi og til dæmis með góðgerðarkvöld á kaffihúsi í bænum. Þannig að það er svona aðeins að skýrast betur hvað meira þau bjóða upp á. Þannig að við erum að reyna að vera með eitthvað sem hefur allra aldursópa. Þannig að skólarnir taka virkan þátt í þessu nemendur gegnum öll skólastig. Þjóðahátíð, heyrið þið það ekki? Jú, einmitt, það er gott að myndist að það. Það verður í Íþróttahúsinu Vesturgötu, Þjóðahátíð Vesturlands. Þar eru einstaklingar erlendu bergi brotin á Vesturlandi að koma saman og kynna sína menningu og mat og skemmtiatriði
Og mér skilst að forsetafrúin ætli að vera heiðursgestur á þjóðahátíðinni og að Páll Óskar ætli að mæta og taka lagið. Þannig að það ætti nú að vera stuð. Í safnaskálanum og byggðasafninu, þar verða 2 sýningar hjá listakonum og bænum. Gyða L. Jónsdóttir Vels, sem var bæjarlistamaður hjá okkur í fyrra, hún verður með svona eins konar ferilssýningu þar sem við skagamenn fáum loksins að sjá það sem hún búin að vera að gera út í heimi. Og hún ætlar að vera á laugardögum í október og nóvember með sýnikennslu líka, þannig að það verður mjög gaman að koma við og skoða í henni. Hún vinnur til dæmis að svona leirskúlptúrum og fleiru og hefur hannað eða skreytt lestastöðvar í Englandi og gert ýmislegt sem við skagamenn höfum svo sem lítið frétt af, þannig að nú fáum við forvitni okkar svalað. Og á Garðakaffi verður líka Dýrfinna Þórðardóttir, guldsmiður, með sýningu. Mér minnir að hún ætla að skýra hana skartið við skóna. Það verður gaman að sjá hvernig það verður framsett. Vökudagur, er þetta fyrir heimamenn eða gesti? Þetta er bara fyrir alla og hvetjum alla til að mæta, stóra sem smáa, unga sem aldna. En svo kannski, svo við gleymum ekki að taka aðeins kosningadaginn. Það var svona einhverjir sem veltuði fyrir sér að henta ekki verið með svona menningarhátíð þegar það verið kosningar. Okkur finnst bara það aldeilis hafa snúist við því akkurat á kosningadaginn er bara fjöldi opnana á listaverkasýningum og síðan er opinn dagur í tónlistaskólanum þar sem að verða nemendatónleikar og súpa og þannig að það verður bara nóg að gerast út allan bæ á kosningadegi. Já, það má hvort sem er búin að klæða sig upp og koma út í bíla þannig að það er bara eins gott að rúlla á Skagann og kíkja á menninguna þar. Algjörlega. Við runnum á ilminn af gómsætum gráðuosti og fylgdum honum alla leið í mjólkursamsöluna í Búðardal. Fengum að fylgjast með framleiðslunni og að sjálfsögðu að smakka. Hver er sérstæð ykkar hérna í Búðardal? Við framleiðum fyrir MS alla mygluosta og alla fetaosta sem eru framleiddir fyrir MS. Svo erum við með hérna LGG og Benikól. Síðan framleiðum við tjettar, við framleiðum Haverty krydd og svo rífum við piparost, við rífum gráðost og svo framvegis. Þetta er svona aðal. En stóra ætimið okkar er sem sagt mygluostarnir og næstæðsta er svo fetaostur. Já, og þetta er allt saman meira og minna merkt með Dala. Já, þetta er svona bara ákveðið vöru heiti, yfir vöruflokkina, Dalaostar. Mjólkin sem fer í þetta, þetta er vesturlensk mjólk, er það ekki? Þetta er mjólk úr Dalasýslu og Vestfjörðum og síðan viðbótinn sem við þurfum neðan á Borgarfirði. Allt svona hreinum og fínum landbúnaði héruðum. Það sem að fellur til hér, það er engin matarsóun í gangi hjá MS, þetta er allt saman nýtt alveg í botn. Það er notað í... Við svona ostar sem eru útlýðskallaðir og svolítið þeir eru nýtt í smjörost, hráefni í smjörost. Og síðan náttúrulega erum við að rífa niður afgangur af svona gráosti, við rífum það niður, seljum það þannig, rífin. Hvað þú varst eitthvað að segja mér að það eru allir trilltir í þetta? Já, þetta er mjög vinsælt, mjög vinsælt. Það er mjög mikil söluaukning í rifnum piparosti. Við sáum á korti á það hver bændurnir eru hérna út allt. Þetta er töluvert ferðalag. Hvað eru þið með marga bíla? Við erum með 3 tankbíla hér. Einn er á Ísafirði og einn er fer á Patreksfjörð og svo er einn bíl hérna sem smála Dalasýsluna og Reykhólasveit. Og þessi bíla dreifa líka vörum. Við erum bæði að smala mjólk frá bændum og dreifa vörum til viðskiptavinna. Er ekki rétt hjá mér í ostagerð að þetta hefur verið nánast eins frá örófi alda, frá því að mannskepnan uppgötaði að það er hægt að geyma mjólk í alls konar formum. Ostur er bara náttúrulega ein geymsluaðferð á mjólk. Og svo náttúrulega mjög margir variantar komnir fram á osti og margar tegundir til og ekkert allt komið fram enn. Svo varum við með þennan hér. Gráðostinn. Já. Og ertu til að útskýra fyrir mér aðeins með þetta? Hvernig nærðu þessum myglu? Jú, við hefum dót í það. Svolítið verið að vinna í þessum gráðosti, að gera hann var góður og nú er hann enn betri orðinn. Það sem við gerðum í þessu var að við fengum okkur svona bakteríur sem aðeins mynda meira loft og mynda svona smá kanalæn í ostinum. Síðan stingum við prjónum í hann til að fá svona kanala fyrir súrefnið
þá vex bláa myglan. Myglan þarf súrefni til að vaxa. Já. Þá vex myglan í honum og við viljum hafa svona sem mesta blámygl í honum. Þá verður hann svona meira kremaður og meira bragð í honum og svona meiri karakter. Og þetta er mjög góður gráðostur í dag. Er ég að gera alveg rangt núna með að skera svona? Nú myndi Bretar ekki vera sko, ekki vera ánægðir með mig. Þetta er svona með kýs þetta frekar en konfekt sko. Já. Nei, hann er mjög góður. Hann er rosalega góður. Og það var komið hérna svona gamlir danskir mjólkurrifir, svona gamlir ostameistarar og þetta er alveg heimsklassa. The tutti fruit with fruity blue cheese. Ah, but porcupine pie, porcupine pie, porcupine pie, don't let it get on your jeans. Að þið eru með svona vörur, að þá er væntanlega svolítið misjöfn sala. Já, hún hefur kannski verið að jafnast með ferðamannastraumnum og er mjög góð sala, bara virkilega fín sala. En svo fáum við toppa, til dæmis Eurovision topp, útskriftartopp, kosningatopp, svo náttúrulega jólin, svo koma jólin og það er náttúrulega, þá erum við að keyra 2 til 3-falda framleiðslu í nokkra vikur fyrir jólin. Jóhanna í Hlésey er Kjalnesingagoði og staðgengill allsherjar goða. Nafni Hlésey er úr norrænni goðafræði og merkir griðarstaður. Sagan segir að þar hafi verið bruggaður mjöður og guðunum haldnar miklar veislur. Ég er ekki guð og enginn var mjöðurinn, en móttökurnar voru engu að síður höfðinglegar og samtalið var afar nærandi. Ásatrúarfélagið, hvað er þetta stórt samfélag? Já, við erum eitthvað að verða 3500 núna sem erum skráð í félagið. En tilfellið er nú að við erum að þjóna miklu stærri hóp og það er mjög mikið af fólki sem kemur til dæmis á blót hjá okkur sem eru ekkert í félaginu og sömuleiðis með athafnirnar sem við erum að framkvæma, þær eru ekkert bara fyrir heiðið fólk, heldur líka fólk úr öðrum samfélögum. Og starfsemin sjálf, sko, hún náttúrulega miðast dálítið mikið hjá okkur goðunum við blótin. Og svona allir goðar eru með einhver blót á hverju ári, bæði svona í héraði og svo eru náttúrulega þessi stóru blót sem allir taka þátt í eins og til dæmis þingblótið á Þingvöllum og sumrin og jólablótið sem haldin víða landið sko. Og svo eru vor- og haustblót á jafndægurum og svo bara oft fleiri blót út allt. Við finnum okkur alltaf einhver tilefni til að setjast og hafa gaman. Þessar hátíðarstundir, heiðnir, eru þeir með jól til dæmis? Já, jólin eru náttúrulega heiðin hátíð sko. Þau eru miklu eldri heldur nokk tíma henni kristni jól og við höldum jól og höfum óskaplega gaman. Og jólin okkar byrja á sólstöðum, vetrarsólstöðum, þar sem að ljósið er að fæðast. Þannig að þetta er fæðingarhátíð ljóssins? Þetta er fæðingarhátíð ljóssins. Og við skemmtum okkur alltaf mjög vel í kringu jól. Það er náttúrulega alltaf dálítið mikið barnahátíð. Hérna erum við á alveg ákaflega fallegum staði í Hvalfirði hérna og náttúran svoleiðis bylur á okkur hérna í dag. Hún er að sýna okkur smá svona tilþrif núna. Já, hvað hérna hvenær komið þið? Þetta er fyrsta hofið, eða ekki á Íslandi? Jú, það má eiginlega segja það ákaflega lengi ef hof skildi kalla. Þetta er náttúrulega opinn blóthringur og hann var vígður hér 2005 og þá hafði ekki verið neitt slíkt ákaflega lengi og held ég bara einhver 1000 ára eða ég veit ekki hvað. En allavega við erum búin að vera hérna með þetta litla hóf okkar í Hlésey þennan tíma og það er semst opið fyrir veður og vindum. Að vísu er þarna niður frá sko háir veggir sem skýla og þetta er hringlega þannig að þarna er ákaflega gott skjól alltaf. Og það er yndislegt að fá að vera úti í náttúrunni með þessar athafnir og vera aðeins í skjóli en njóta samt alls. Hvalfjörður var, eða ekki, heiðin og kristin á sama tíma hérna áður? Jú, var til dæmis landnám hér í Hvalfirði, það er svolítið gaman að búa í Hvalfirði því að þetta er svo merkilegur fjörður fyrir svo margar hlutasakir.
Og hér náttúrulega var bæði keltneskt landnám, samanber út á Skaga, eins og sést nú þar og hérna víða, til dæmis í Skilmannahreppnum. Það voru til þess Kjaranstaðir, Kalmarstaðir og Beganstaðir, þetta allt úr keltnesku. Og svo voru aftur á móti norræni menn líka hér innar í Firði, Helgi Bjóla og fleiri góði menn. Og hér bjuggu menn alveg í sátt og samlyndi. Og það er svolítið gaman að því að segja frá því þegar ég flutti hingað þá flutti ég í Skilmannahrepp, þá héti þetta Skilmannahreppur, áður en var sameinað og það hefur aldrei verið sóknarkirkja í Skilmannarhreppi. Það er aldrei, nei. Er það ekki svolítið sérstakt? Það er mjög sérstakt, jú. Það var að vísu á miðöldum lítil kirkja, held ég í Kjalardal, en hún var ekki sóknarkirkja. Nei. Þannig að mér finnst það svolítið skemmtilegt þegar við gerðum hér hofið okkar að það var loksins komið svona opinber trúar athafnastaður í þessum hreppi. Það stóð ekki lengi því að svo var sameinað það stuttu seinna. Já, það var fjallinni. Og nú býr þú, nú er ennþá Heiðinn og Kristnir þá saman, væntanlega og kannski einhverjir fleiri. Já, hér er ákaflega gott samfélag. Við erum hérna náttúrulega á þessari torfu hér sunnan undir Akrafjallinu og hérna hér býr fólk sem er bæði heiðið og kristið og sem er alveg utan trúfélaga og okkur líður ákaflega vel saman. Heiðinn trú, geturðu gefið okkur svona hver gildi heiðinnar trúar er? Já, það er svolítið erfitt að gefa kannski eitthvað beint það. Bara í hálfri mínútu? Nei. Ég veit það ekki hægt, nei. Sko, heiðinni náttúrulega er þannig að sko, það er í raun og veru engar kennisetningar. Og ef þú spyr sko 20 heiðna menn að því saman í sama salnum á hvað trúið þú, þá færðu 20 svör. Eins að guðir og gyðjur eru svo margar og fólk misjafnt. Og við leggjum ekki neinar reglur, lífsreglur eða sem sagt stefnu hvernig fólk eigi að trúa. En við svona miðum svolítið við það hjá okkur. Þá erum við náttúrulega að vinna út frá norrænni goðafræði og okkar svona kannski lífsstíll er svolítið markaður af Hávamálunum. Þar eru náttúrulega bara lífsreglur sem eru jafn sannar og trúar í dag, rétt eins og þau voru þegar þau voru settar á pappír eða öllu heldur á skinn. Og kenna fólki það hvernig á að lifa í friði, bæði við sjálfan sig og hina sem eru með manni. Þannig að manni líður jú ekkert vel, jafnvel þó manni líður sjálfum vel ef þeir sem eru kringum mann líður ekki vel. Og þetta byggist svolítið mikið á ábyrgð fólks, gagnvart sjálfu sér og umhverfi sínu, jörðinni til dæmis, við eigum bara þess einu. Og svona virðingu fyrir sér og þeim sem að nálægt manni eru, alveg sama hvaðan þeir koma og hvernig þeir eru, við eigum að bera virðingu fyrir hvort öðru. Og það er svona kannski það sem við leggjum helst upp úr og þessi heiðarleiki líka, sko. Það skiptir svo miklu máli. Áttu þér uppáhaldskafla í Hávamáli? Uppáhaldslínur? Nei, ég veist að það er svo margt í Hávamálunum sem er svo fallegt og það er endalaust hægt upp að telja. Ungur var ég forðup, fór ég villur vega. Glaður ég var þegar ég annan fann, maður mann skam. Þeir deyja frændur, þeir sjálfur hið sama, en orðstýri þeir aldrei, hveim sér góðan getur. Landslag væri lítils virði ef það héti ekki neitt og það væru líka allir þessi gömlu munir ef enginn legði metnaði að muna og segja sögu þeirra. Ingi hans í Grundarfirði er ekki bara fróður söguna, hann gerir henni skil á fyndinn og fallegan máta. Hvaðan kemur ástríðan hans? Hún kemur nú eiginlega bara út frá því að svolítið bara út frá æsku minni. Ég hef ofsalega gott minni það hvernig samfélagi var þegar ég var krakki og þetta er kannski svona ákveðin svona fortíðarþrá og svo hef ég mjög gaman að segja sögur og kannski sérstaklega sögur sem eru úr svona samtímanum, eru tengd þessu og svo svo hef ég samkað að mér svona drasli sem ég kalla þetta eiginlega ekki safn, þetta er svona meira svona undirleikur við það að segja söguna.
Ýmsir hlutir kveikja tækifæri til þess að segja söguna, aðra hluti getur maður nota til þess að styðja við söguna eða sagt frá. Því allir hlutir eiga sér sögu í raun og veru. Sko, partur af þessari ástríðu það að þegar maður horfir yfir sko, sögu þessara þjóðar, þá kemst maður að svolítið í svona merkilegri niðurstöðu að í raun breyttist ekkert frá því að fyrstu landnámsmennir komu hingað, það breyttist í rauninni ekkert í nærri 1000 ár. Menn lifðu við sömu lífshætti, nánast við sömu skilyrði, þó að torfbæirnir hafi þróast með ákveðnum hætti, að það ekki fyrir að allt fer að breytast upp úr hérna 1900 þegar vélbátarnir koma og þessi þjóð fer að verða í rauninni rík. Já, með því að geta afla meiri Já, og það rosalega merkilegt. Það rosalega merkilegt að horfa til þess að þessi kynslóð sem að núna hérna orðið gamalt fólk og hérna virðist alltaf verða óskaplega mikið vandamál fyrir nútíma samfélagið að skapa því almennilega aðstöðu. Þetta fólk byggði í rauninni allt. Þetta fólk kom í rauninni út úr torfbæjunum með skóflu í hönd og eina sem það átti. Og síðan voru byggðir sko, skólar, vegir, hafnir, kirkjur, brýr, samkomuhús. Allt var gert þegar engu peningar voru til á Íslandi. Núna allt fullt af peningum á Íslandi ekkert hægt að gera. Saga þessa fólks sem mér finnst rosalega mikilvægt að halda til haga og ég hef verið að fást rosalega mikið við það undanfarið að segja þessa sögu og ég hef svona svolítið flokkað þetta í svona gamansögu, í svona þróunarsöguna og ég hef reynt að fá svona fullan skilning á því hvernig samfélagi virkaði. Hvernig í rauninni athafnamennirnir þurftu traust fólksins í kringum sig til þess að hægt var að gera hlutina. Því athafnamaður út af fyrir sig gerir ekkert einn. Hann gerir það vegna þess að það einhverju sem treyst honum. Ég fór að kappa og mynd í gær, spennan var gífurleg, ég var ræð. Að spenn og hrifning allir salurinn þagði þegar aðal í myndinni kom inn og sagði: Ég Rói Röggis, ég sætur og klár, hún har verið þessum bransa í 17 ár. Ég eldist bófa og ræningja og kem þeim í hendur á fótgeta. Fyrir nokkrum árum, fyrir 3 árum síðan, þá var eitt barnabarn okkar, 4 ára gamall strákur, mjög hérna svona sniðugur strákur og athull. Hvað skildi hann hafa það? Og hann segir einu sinni við mig: Afi, við verðum að smíða okkur leikhús. Og eftir að hafa rætt það smá tíma þá segi ég við strákinn hérna: segðu mér, Friðjón, þegar þú ert að tala um leikhús, ertu þá að tala um hús til að leika sér í eða hús til þess að sýna leikrit? Auðvitað afi til að sýna leikrit. Því svo getum við selt aðgöngum með það. Og ég segi: nei, við gerum það ekki, við gerum þetta frítt fyrir börnin. Þá horfði hann á mig svona með vorkunnarsvip og sagði: nei, afi, veistu, það gengur aldrei. En kannski væri amma til í að selja samlokur. Þannig að businessviti á þessu heimili nær nú ekki lengra en þetta niður í 4 ára dreng. Og niðurstaðan af þessu samtali var sú að til varð söguvagnin Brandþrúður. Og hérna Brandþrúður, nafnið var nú ekki valið af neitt tilviljun, heldur því að Brandþrúður Benónýsdóttir var ein af fáum hérna konum sem eru heimildamenn í Þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar. Og hennar frægasta saga sagan Hlynur Kóngsson. Og við settum hérna Hlynur Kóngsson á svið í sumar og það var mjög gaman en það var svolítið skemmtilegt að uppbyggingarsjóður Vesturlands studd okkur, fengur sem styrk þaðan til þess að endurbyggja þessa hugmynd og þá var til hringsviði, hugsaðu þér, bara Þjóðleikhúsið og Borgarleikhúsið eru hringsvið og leikhúsið Brandþrúður. Og já, en það gerir okkur kleift að gera þetta svona með skemmtilega hætti og síðan hafa öll hín barnabörnin mín komið með mér meira og minna í þetta og þetta ægileg skemmtun, ekki bara fyrir þá sem að horfa heldur líka okkur sem að stundum að því. Það rosalega gaman að segja börnum sögur. Og það þarf að passa mjög mikið upp á það að mínum mati að
að börnum séu sagðar sögur, að það sé lesið fyrir börn. Vegna þess að öll þessi myndræna miðlun sem börn hafa aðgang að, ég óttast að það geti svona skert möguleika þeirra til þess að ímynda sér hlutina, til þess að sjá þá fyrir sér og setja þá svona í myndrænt samhengi. Ég get sagt að ég hafi svona kannski fyrst og fremst 2 markmið í þessu bölvaða vesinni. Það er náttúrulega eins og Magnús sagði, það er náttúrulega bilun. En markmiðið er náttúrulega það að það gleymist ekki saga þorpanna, að gleymist ekki saga fólksins sem í rauninni skapaði nútímann. Og síðan það að varðveita í barninu ævintýrið. Því að eins og vinur minn Duncan Williamson, sem var nú frægasti sagnaþulur Skota, hann sagði hann var af það sem kallaði traveling people, það er að segja farandverka fólk, og hann sem sagt ólst upp í og bjó mest alla sína ævi í tjaldi. Og faðir hans sem sagt allar jólagjafirnar, allar afmælisgjafirnar og allar gjafir sem hann gefnur á því heimili voru sögur. Og eins og Duncan sagði, gjafirnar sem ég fekk frá honum pappa mínum, eða frá henni ömmu minni, eða frá henni mömmu minni, þar á ég allar ennþá. Samt er ég marg búin að gefa þær. Hætt að telja, þetta er ég! Jæja, Hlynur minn, ætli þetta sé ekki bara komið hérna frá Grundarfirði í kvöld. Jú, en það ekki, ég vil ekki segja þetta bara gott og við sjáumst bara aftur í næstu viku. Takk fyrir og bless. Langt í fjarska heyri hún hrís með þeim hljóm. Mikið sem hún er þrái sól að sjá. Lífsins heyrði lag sem